Skulum hefja þessa stund á að signa okkur og segja í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Við komum saman hér í Reynistaðakirkju í dag til kveðju stundar Ragnheiðar Erlu Björnsdóttur sem lokið hefur för sinni lífsins veg. Við þökkum fyrir líf hennar, allt sem hún var ykkur fjölskyldu og vinum og allt sem hún gaf. Það fara í gegnum hugan ótal minningar sem gott að ylja sér við. Og ég fer með bæn. Almáttugi og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbyttnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, hjálpa okkur til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Blessa okkur þessa stund í helgidómi þínum og lát okkur finna huggun og styrk fyrir samfélagi við þig og þinn blessaða son, Jesú Krist. Og við biðjum í nafni hans. Amen. Ég les nú úr 90. Davíðssálmi og þar segir: Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns, áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til. Frá eilífð til eilífðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir: Hverfið aftur þér mannanna börn, því að 1000 ár eru í þínum augum sem dagurinn í dag, þegar hann liðinn, já, eins og nætur vaka. Kenn oss að telja daga vora, að vér megum öðlast viturt hjarta. Amen.
höfði drúpir lítil rós, þráir lífsins vængja víddir, vorsins yl og sólar ljós. Ég held ég skynji hug þinn allan, hjartas láttinn rósin mín, kristallstærir daggar dropar drjúpa milt á blöðin þín. Æsku minnar leiðir lágu lengi vel þennan stað, krjúpa niður, kissa blómið, hversu dýrðlegt fannst mér það, finna hjá þér ást og unað, yndislega rósin mín. Eitt það sem aldrei gleymist, aldrei, það minning þín. Eitt það sem aldrei gleymist, aldrei, það minning þín. Í Kórinthubréfi standa þessi orð kærleikann og þar segir: Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Kærleikurinn langlyndur, hann góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki og ekki langrækinn. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Kærleikurinn breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt og umber allt. Og kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Amen. Haga, rauð og
Kæra fjölskylda og vinir, ég vil biðja ykkur að rísa úr sætum og ég les úr Jóhannesar Guðspjalli. Jesús segir, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Og þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séu einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer þekki þér. Tómas segir þá við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir þá við hann, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Amen. Mér fá okkur sæti. Friður Guðs sé með okkur öllum. Ragnheiður Erla fæddist á Sauðárkróki 19. desember árið 1947. Foreldrar Ragnheiðar voru Björn Jóhann Jóhannesson, hann lést árið 1970 og Þorbjörg Guðrún Bjarnadóttir, hún lést árið 2008. Systkini Ragnheiðar eru Sigríður Hrefna, hún látin, Ríkharð Bjarni, Helga, hún látin, Alda Snæbjört, hún látin, Marínó Björgvin og Efemía Guðbjörg. Ragnheiður ólst upp á Fjósum í Svartárdal. 11 ára gömul flytur hún suður og býr fyrst sinn hjá Sigríði Hrefnu, Lillu, systur sinni og stundar þar nám í Flensborgar skóla. Svo flytur hún til Ríkards bróður síns og fer í gagnfræðiskóla Austurbæjar og lýkur þaðan fullnaðar prófi. Hún eignaðist þar góða vini og sérstaklega hana Lúllu sem var hennar besta vinkona alla tíð. Ragnheiður fór heim öll sumur. Hún hafði alla tíð sterkar tilfinningar til Fjósa
og Svartárdalsins og fólksins sem þar bjó. Samband hennar við foreldra og systkini var alla tíð gott. 17 ára flytur hún aftur norður og stundar nám við Kvennaskólann á Blönduósi. Eiginmaður Ragnheiðar er Friðrik Stefánsson frá Glæsibæ. Hann sagði mér að þau höfðu kynnst bara út á götu í Reykjavík. Þau tók á tal saman og hann fylgdi henni alla leið heim að dyrum þar sem hún bjó hjá bróður sínum Ríkarði. Ragnheiður sagði alltaf að hún hefði nú verið búin að taka eftir honum Friðriki talsvert áður þar sem hann var að vinna þá í Svartárdalnum. Á gamlársdag árið 1965 giftu þau sig á stofugólfinu á Fjósum, æskuheimili Ragnheiðar. Ragnheiður og Friðrik flytja saman í Glæsibæ árið 1966 og taka við búi tengda foreldra hennar. Börn Ragnheiðar og Friðriks eru Þorbjörg, búsett í Reykjavík, börn Þorbjargar með Birni Steinbjörnsinni, fyrrverandi eiginmanni, eru Friðrik Marvin, hans börn eru Steinbjörn Snær með Snædísi Steinþórsdóttur sambýliskonu og Stefán Frosti með Ástu Halli Lúðvíksdóttur fyrrverandi sambýliskonu. Ragnheiður Erla, gift Æham Júsef. Steinbjörn og yngstur er Ernir Snær. Næst er Ingi Björg, búsett í Kópavogi, gift Gylfa Geirsinni. Þeirra börn eru Breki í sambúð með Elínu Dagníu Kristinsdóttur og Runólfur. Stefán er þriðji í systkinaröðinni, búsettur í Glæsibæ, giftur Hólmfríði Sveinsdóttur. Þeirra börn eru Friðrik Þór, hans barn er Máni með Mara Kartsér sambýliskonu. Herjólfur Hrafn, sambýlismaður hans er Björgvin Helgason og svo yngst er Heiðrún Erla. Yngst systkinanna frá Glæsibæ er Ríkey, búsett í Danmörku, gift Þóri Birni Lúðvíksinni og þeirra barn er Röskva Líf. Dóttir af fyrra sambandi með Grétari Þór Steinþórsinni er Valdís Ósk. Embla systurdóttir Ragnheiðar dvaldi hjá þeim hjónum í Glæsibæ í nokkur ár. Í Glæsibæ stunduðu Ragnheiður og Friðrik blandaðan búskap. Fyrstu árin voru þau með kúabú en hættu svo með það og unnu bæði utan heimilis. Þegar þau voru með kýrnar þá voru elstu 2 dæturnar litlar stúlkur. Þá var ekki óalgengt að þegar þær vöknuðu á morgnana þá hlupu þær saman í fjósið á náttkjólunum. Þá lék Ragnheiður þann leik með þeim að flytja kossa á milli, þannig að þær hlupu á milli foreldra sinna með koss á kinn. Falleg minning. Ragnheiður vann hinn ýmsu störf á Sauðárkróki til að byrja með. Hún vann á hótelinu og á sjúkrahúsinu og hún vann einnig á sláturhúsinu. Ragnheiður sá leikskólan sem var í Melskíli yfir vetratíman eftir að skólinn hætti þar. Og Ragnheiður var einnig umsjónamaður Melskíls til margra ára. Tíma var rekið í Glæsibæ sumardvalaheimili fyrir börn með áherslu á hestamennsku og útreiðar, kallað hestasveit. Þau eru mörg börnin sem hafa verið í sveit í Glæsibæ. Eitt sumarið voru 60 börn sem komu til sumardvalar þar tímabundið. Hún var mikil fyrirmynd, sterk og hlý kona sem snerti hjörtu ótal ungmenna og veitti þeim umhyggju, öryggi og stuðning þegar mest á þurfti að halda. Hún hafði einstakt lag á að sjá fólk eins og það var, hlusta af einlægni og vera til staðar af heilum hug. Ragnheiður byggði upp vistheimili fyrir þýsk börn árabil og gekk það vel. Hún var vakin og sofin yfir velferð þeirra. Það var mikið álag og hjálpuðust þau hjónin að. Hún gaf þeim gott heimili.
Hún stóð með þeim sem minna máttu sín og hún lét sér annt fólk. Einnig stunduðu þau hjónin hestatengda ferðaþjónustu og seinna gistiheimili í Glæsibæ. Gistiheimili rak Ragnheiður meðan heilsan leyfði og var rekstur þess og sér í lagi samskiptin við gestina sem komu frá öllum heimshornum henni mikil lífsfylling. Ragnheiður var mikill gestgjafi. Hún spjallaði við fólkið, gaf þeim dýrindis morgunmat, fræddi þau hvað þyrfti að skoða í firðinum og hvatti það til að staldra við. Margir gestir komu ár eftir ár eða sendu kort sem þakklætisvott. Ragnheiður var alltaf að brasa eitthvað til þess að betrumbæta heimilið. Mála, breyta, þrífa, raða, skipuleggja og henda. Þarna fékk sköpunargáfa hennar að njóta sín. Hún var fagurkeri og óhrædd við að breyta. Hún var dugleg að búa sér eitthvað til. Hún var frumkvöðull og hún var kjarkmikil. Hún bar hag búsins fyrir brjósti og var stöðugt að hugsa eitthvað spennandi og skemmtilegt til að gera. Svo má líka segja að hún hafi verið á undan sinni samtíð með plokkið. Þá ræsti hún alla út til að tína rusl af girðingum og hreinsa í kringum sig. Hún vildi hafa huggulegt í kringum sig. Ragnheiður var í kvenfélagi Staðarhrepps og formaður þess tíma. Ragnheiður var í stjórn veiðifélags Miklavatns og var ritari þess í yfir 20 ár. Félagar hennar í stjórn þakka fyrir farsælt og gott samstarf. Ragnheiður var dugleg og vinnusöm og mikið matarskipulag á heimilinu. Hún veiddi silung og var hann reyktur, hún bakaði mikið og frysti og hún var gestgjafi af Guðs náð. Ragnheiður var stolt kona, trú sínum, tryggur og góður vinur. Hún var stjórnandi en stjórnaði með blíðu. Hún var gáfuð og vel máli farin og ekki var óalgengt að hún færi í pontu og héldi ræður eða pistla við hin ýmsu tilefni, svo sem í afmælum, veislum og á þorrablótum. Hún var skemmtileg, mjög fróð og minnug. Gott samband var á milli bæjanna í kring. Ragnheiður og Ingibjörg í Vík skiptust á bókum og var mikið lesið. Ragnheiður las alla tíð mikið og var fróð. Hún hafði einnig gaman af ljóðum og kvæðum og hún lifði sig inn í bókmenntir og hvern þann sagnaheim sem hún var stödd í þá stundina. Og í gegnum bókmenntirnar ferðaðist hún út allan heim og í gegnum mismunandi tímabil sögunar. Íslendingasögurnar las hún og hafði sérstakan áhuga á að skoða sögu kvenna. Sagði sögur af Guðríði Símonardóttur og Ragnheiði biskupsdóttur. Hún var ættfróð og mjög minnug. Þjóðsögurnar las hún fyrir börnin og fræddi og sagði þeim sögur álfa og huldufólk. Hún gat skapað algjöra ævintýra veröld með sögum fyrir börnin sín og barnabörn. Hún sagði nefnilega svo skemmtilega frá. Svo hafði hún gaman af að syngja og dansa. Í minningagrein sem nafna hennar Ragnheiður Erla skrifar, segir: Á milli þess sem hún sagði okkur sögur var hún alltaf að skemmta okkur barnabörnunum með pizzapartíum, útiveru og húllumhægi. Hún kenndi okkur barnabörnum álfatrú, gekk með gríslingana sína niður að álfaborginni sem staðsett fyrir neðan Glæsibæ. Hún kenndi okkur hvernig við skildum sína náttúru og heimili álfanna virðingu. Hún sagði okkur frá álfakirkjunni, hvar við mættum elda drullukökur og sýndi okkur hvernig við getum lagt eyru að borginni og reynt á hvort við gætum nú ekki heyrt smá í álfunum. Og tilvitnun lýkur. Ragnheiður var hvetjandi við börnin sín í því sem þau tóku sér fyrir hendur og hvatti þau til að stækka sjóndeildarhringinn.
Hún hvatti þau einnig til menntunar. Þegar að börnin hennar voru komið með aldur til að fara á böll, þá var hún alltaf vakandi þegar þau komu heim af djamminu og þá kannski að steikja kleinur. Hún lék við börnin sín, fræddi þau og kendi þeim bænir. Hún var hlý og góð. Hvað ertu að lesa núna? Var algeng spurning. Ragnheiður var heima kær. Hún tók ávallt vel á móti börnum og barnabörnum sínum. Það mátti treysta því að búið var að láta renna í heita pottinn, lambalæri í ofninum, upp á búið rúm og nóg að borða. Hún spurði þau frétta og sýndi því áhuga sem þau tóku sér fyrir hendur. Það eru nokkur ár síðan að hún fékk slöppuna, eins og hún orðaði það. Heilsan fór að bregðast henni, en hún hélt lengi vel áfram að vera með gistinguna sem gaf henni alltaf svo mikið. En það var orðið mjög þungt síðustu ár. Hún átti erfitt með að neita fólki sem hringdi og bað gistingu. Hún gerði meira en hún gat. Í ágúst síðastliðnum flutti hún á dvalarheimilið á Sauðárkróki en kom reglulega heim í Glæsibæ. Hugurinn var alltaf þar og kraftur í orðum hennar þegar hún sagði að hún þyrfti að ná heilsu þannig að hún gæti komið heim. Ragnheiður var heima í Glæsibæ á afmælisdaginn sinn 19. desember síðastliðinn. En heilsu hennar hrakaði hratt. Ragnheiður lést á sjúkrahúsinu á Akureyri þann 27. desember síðastliðinn. Ég les nú kveðjur frá fjölskyldu og vinum. Hér er kær kveðja frá Þóri Birni og Röskvu Líf sem eru í Danmörku. Ríkarður bróðir Ragnheiðar sendir kærar kveðjur og Erla Ríkarsdóttir og fjölskylda senda kveðjur. Ingibjörg og Sigurður frá Vík senda samúðar kveðjur til Friðriks og fjölskyldu í Glæsibæ og segja: Við viljum þakka okkar góðu grannkonu Ragnheiði fyrir allar samverustundirnar. Minnumst hennar með gleði og þakklæti. Íbúar og starfsfólk á dvalarheimilinu senda samúðarkveðjur með kærri þökk fyrir samveruna. Hér er kveðja frá Móniku, fyrrverandi starfsmanni Martins Verk. Þar segir: Ragnheiður hafði í fjöldamörg ár alið upp og sinnt þýskum fósturbörnum. Hún gaf þeim gott heimili og var þeim sem móðir. Hún mótaði lífsleið þeirra og lagði til þess oft mikið á sig og sína. Dauðinn skilur eftir sig hjartaverk sem enginn getur læknað. Ástin skilur eftir sig minningu sem enginn getur stólið, segir í írskri bæn. Ég votta aðstandendum mína dýpstu samúð, blessuð sé minning Ragnheiðar. Þórir Björn og Anna Salka senda kveðjur. Ingibjörg Sveins, Ingólfur Ingólfsson og Birgitta Ingólfsdóttir senda samúðarkveðjur og Sveinn Sigfússon sendir góðar kveðjur. Mara Kartsér og Máni senda kveðjur. Einar Örn Jóhannesson sendir kveðju sem hljóðar svo: Minningarnar eru margar og góðar frá æsku minni þegar ég og foreldrar mínir heimsóttum ykkur Frigga í Glæsibæ á sumrin. Síðar minnist ég margra langra samtala okkar í stofunni heima sem mér þótti afar væntum að heyra. Hversu vænt þér þóttum Helgu systir þína heitina og hversu vel þú tókst á móti mér og börnunum mínum. Innilega samúðarkveðjur til fjölskyldu þinnar frá Gautaborg. Innilega samúðarkveðjur og mikið þakklæti frá Betu frænku. Benni og Marta á Vaskarði senda samúðarkveðjur. Örn Friðriksson sendir kveðju sem hljóðar svo: Kæri frændi Friðrik og fjölskylda. Ég minnist Ragnheiðar Erlu af hlýju og virðingu. Hún var ein af rósum dalsins þar sem skjólið er mest. Mér tekur það sárt að geta ekki verið með ykkur í dag, kæra fjölskylda, til að kveðja.
mínar innilegustu samúðarkveðjur. Innilega samúðarkveðjur til fjölskyldunar frá Maríu, Braga og Sigríði frá Kolgröf og Heiðar Logi og fjölskylda senda samúðarkveðjur. Hér kveðja frá Tínó sem hljóðar svo. Hvíl í friði, kæra Ragne. Takk fyrir allt sem þú gerðir fyrir mig. Ég óska fjölskyldinu mikil styrks og fallegra minninga á þessum erfiða tíma. Og hér kveðja frá Hildi Jóhannesdóttur sem hljóðar svo. Ragnheiður hafði djúpstæð og varanleg áhrif á líf mitt og á líf svo margra annara. Hún var mikil fyrirmynd, sterk og hlý kona sem snerti hjörtu ótal ungmenna og veitti þeim umhyggju, öryggi og stuðning þegar mest á þurfti að halda. Hún hafði einstakt lag á að sjá fólk eins og það var, hlusta af einlægni og vera til staðar af heilum hug. Ragnheiður var afburða skipuleggjandi og enn í dag nýt ég góðs af því sem hún kendi mér. Margt af því sem ég ber með mér í dag á rætur sínar hjá henni. Við áttum saman ótal góðar stundir, minningar sem ég mun varðveita og halda fast í alla tíð. Ég minnist með hlýju samtala okkar, bæði þeirra djúpu og alvarlegu, en líka þeirra léttu, gleðiríku og oft fullu af hlátri. Við systkinin, ég, Haukur og Heimir, byrjuðum mjög ung að koma í Glæsibæ í reiðskólann. Ég var aðeins 5 ára gömul fyrsta ári sem ég kom til þín og Frigga. Það urðu mörg ár á eftir og enn fleiri stundir sem ég átti með ykkur. Stundir sem mótuðu mig meira en ég gerði mig grein fyrir á þeim tíma. Í gegnum árin sendurðu mér mörg bréf sem ég afar þakklát fyrir. Þau eru mér dýrmæt og bera með sér hlýju þína, umhyggju og tengsl sem aldrei slitnuðu. Og fyrir þau og fyrir allar stundirnar sem við deildum saman segi ég hjartans þakkir. Að lokum vil ég segja að mér þykir sárt að hafa ekki getað komið til Íslands og hvatt þig eins og þú áttir skilið. Ég vona af öllu hjarta að þessi kveðja berist til þín hvar sem þú ert og þú vitir hversu miklu þú gafst og hversu djúp spor þú skildir eftir í lífi mínu. Kæri Friggi og börnin, hugur minn og hlýjar hugsanir eru hjá ykkur á þessum erfiða tíma. Megið þið finna huggun í öllum fallegu minningunum og í styrknum sem þið veitið hvert öðru. Jafnframt flyt ég ykkur innilegar samúðarkveðjur frá foreldrum mínum Ester og Jóhannesi og tilvitnun lýkur. Ragnheiður hefur lagt upp í sína hinstu för til móts við skapara sinn og lausnara, til móts við ástvini sína sem á undan eru gengnir. Jesús sagði, ég lifi og þér munuð lifa og með þeim huggunar orðum frelsarans kveðjum við Ragnheiði í þeirri vissu að hennar bíður eilíft líf hjá Guði. Guð blessi minningu Ragnheiðar Erlu og Guð styrki ykkur, ástvini hennar og leiði ykkur öll lífsins veg í trú, von og kærleika. Amen. Eftir athöfn býður fjölskyldan okkur að þiggja veitingar í Melskili.
með tagrum hinn túnskins bjarta nótt. Ertu sofnuð Erla, þú andar létt og rótt. Ertu sofnuð Erla, þú andar létt og rótt. Hart mannsins hjarta að hugsa mest sín. Kvöldið svo koldimt, ég kenni brjóstum mín. Dýrlega þig dreymi og Drottinn blessi þig. Dýrlega þig dreymi og Drottinn blessi þig. Ég fer nú með bænir. Drottinn, vert okkur nálægur á hverri stundu og helga jarðlífssporin, svo að við, studd náð þinni, hljótum þá arfleið sem þú hefur kallað okkur til. Blessa okkur öll í lífi og dauða og blessa þú minningarnar sem þessi stund er helguð og lát þær bera þér vitni, okkur til blessunar alla daga. Við þökkum þér fyrir að þú gafst okkur Ragnheiði. Við felum þér hana og framtíð okkar allra og veit henni þinn eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Amen. Allar bænir okkar felum við í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt og við skulum nú fara með saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Mig
Kæra fjölskylda og vinir, vil biðja ykkur að rísa úr sætum. Lofaður sé Guð og Faðir Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit henni drottin þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði. Drottin minn, gef dánum ró, en hinum líkn er lifa. Amen. Misvoksa. Já, ég komin heim. Sól slær silfri á voga, sjáðu jökulinn loga.
Rísa úr sætum og ég fer með blessun. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið í nafni Guðs Föður og Sonar og heilags Anda. Amen. Við erum eins og við erum með klappstólana og setjum kannski bara til hliðar. Kistan þarf að komast út og verður að vera inn og nú getur bara okkar.